Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymslubóksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl og velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við sjónvarpsfólk höfum farið víða síðustu daga í efnisöflun fyrir þáttinn, en í sjónvarpi Víkurfrétta fjallað menningu, mannlíf og atvinnulífið á Suðurnesjum í hverri viku. Í fyrri hluta þáttarins förum við til Grindavíkur og ræðum við Höllu Maríu Svansdóttur hollari mat. Við heyrum tóndæmi frá söngvaskáldum Suðurnesja og sjáum ófríðu stúlkuna sem skilaði sér á bókasafn Reykjanesbæjar eftir 70 ár í felum í Keflavík. Í síðara hluta þáttarins kynnum við okkur framkvæmdir við gamla vitan á Garðskaga, etjum saman skólaheystiliðum Holtaskóla og Stóruvogaskóla og heyrum Má Gunnarsson flytja lag á tónleikum Hljómlistar án landamæra. En við byrjum á bóklestri. Ekkert gáfnaljós, það engin ókosti fyrir konu góða mín. Þvert á móti, hreinskilni þín frumleg. Hvað heitir annars? Anna-Lísa? Kládi á brosti og nú var svipur hans vingjallegur. Hér heyrðum við upplestur úr bókinni Ófríðu stúlkunni eftir Anne-Marie Selinko. Bókin var tekin að láni frá lestrarfélagi Keflavíkurhrepps árið 1943 og skila til bókasafns Reykjanesbæjar á dögunum eftir rúmlega 70 ára lán. Bókin fannst þegar verið var að pakka fyrir flutninga. En hvað verður núna bókina? Getur fólk leikt hana? Nei, við ætlum ekki að setja hana aftur í útleigu, en við ætlum að hafa hana til sýnis, þannig að fólk getur svona aðeins blaðið í gegnum hana. Og þetta lengsta útlán í sögu safnsins? Alveg pottet, ég handviss. 73 ár. Og þurfti viðkomandi að greiða sekt? Nei, það ekki hægt. Þetta var svo skemmtilegt. Með tilkomu tækninar hefur bókasafni fleiri tækifæri en áður til að láta lestrarhesta vita að komi sér að skiladegi. Við náttúrulega erum orðin rafræn, þannig við sendum tölvupósta og minnum fólk á að koma og skila bókum og það gengur bara mjög vel. Það eru 20 krónur á dag minnum mig fyrir sekta bók og það verður aldrei hærra en 700 krónur. Þannig að við og bara viðskiptavinir okkar eru bara svo yndislegir og almennilegir að þeir hringja bara og segja, heyrðu, getur fengið að hafa hana aðeins lengur, er ekki búin að ná að klára að lesa. Og þá er það bara ekkert mál. Anja verður umfram allt að vera fríð, há og grönn. Hún á að hafa freistandi munn sem svo fagur ávöxtur. Er maður gírnist? Já, Anja, verður að vera falleg. En það ert þú því miður ekki góða mín. En þetta svolítið svona, rauði þráðurinn í þessari sögu að henni líður ekki eins og hún sé fríð og henni líður ekki eins og hún sé gáfuð, þannig að hún í óvissu með hvað hún á að gera við líf sitt. Og en sagan enda sem sagt á því að þau augljóslega rugla reitum sínum saman, því að hann segir í endan á bókinni: Ég afar hamingjusamur, allir óska mér til hamingju með fallegu konuna mína. Hvað vill það segja? Falleg? Mér finnst hún vera indæl, ég elska hana meir en allt annað. En okkar á milli sagt, hún var nú alveg óvenjulega ófríð ung stúlka. Þannig endar sagan. Og nú segir þarna eitthvað staðar á bókinni að hún sé nútímaleg. Já, nútímaleg skáldsaga frá Vínaborg. Þetta bara, það svolítið skemmtilegt líka að sjá bara hvernig tíðarandinn hefur breyst sem betur fer og við fögnum því sennilega flestar. En já, það alltaf gaman að finna gamla gersemar. Veitingastæðurinn hjá Höllu í Grindavík býður upp á heilsusamlega mat og hefur gott orðspor hans borist víða á stuttum tíma. Þegar Halla opnaði staðinn fyrir 4 árum fóru 10 matarsendingar út, en í dag senda Halla á samstarfsfólk hennar 200 matabakka dag hvern á vinnustað í Grindavík, víðar Suðurnesin og höfuðborgarsvæðinu. Vinnudagurinn byrja því snemma. Þegar sjónvarp Víkurfrétta bara garði á dögunum voru starfsmenn staðarins í jóga. Mér langaði alltaf að vera með einhvers konar lítið kaffihús sem náttúrulega kannski var ekki alveg raunin þegar
upp staðið en hérna fór að senda út hérna matapóka bara til einstaklinga. Við öldum okkur einhverja 10 einstaklinga sem að myndu vinna á þannig stað að það gæti spurstaðist út hvað við værum að gera og hérna og bara út frá því bara byrjaði boltinn að rúlla bara mjög hægt, mjög, já eins og segir, bara mjög rólega og hérna komu kannski 5 inn, 10, svo var þetta kannski komið upp í svona 15 manns og svo náttúrulega datt þetta svolítið niður yfir hérna sumar og svona þannig ég lokaði bara sumarinn og svoleiðis en núna, já, sem sagt, við byrjuðum bara heima fyrir og buðum upp á einhvers konar námskeið sem að fylgdi matur með og hérna og alltaf að reyna að vera í heilsusamlegri línu, lífrænni og annað en þrátt að sé engan veginn alveg hægt alla leið en hérna já, þannig byrjaði þetta í rauninni bara og það alveg rúm 4 ár síðan. En hvernig svo í dag? Hvað farið þið með margar sendingar? Við erum með þetta eru svona 200 manns sem að fá sent til sín. Alveg mánudag til svona 50 dag, svo svona rólari hjá okkur á föstudaginn, en það fara alveg, já, það alveg 200 manns sem borða hjá okkur sem fá sent til sín í fyrirtækinu og annað. En svo alltaf mjög mikið að gera í hátíðinu líka. Þetta koma rólegir dagar en annars alltaf bara mjög flott. Og hverjir þá helst þið kominga? Það fólki sem býr í Grindavík? Já, það mjög duglegt að koma og svo líka mjög margir sem koma úr Keflavík og fólk úr Reykjavík hefur verið að gera sér ferðir og kom fólk frá Flúðum daginn og en svo náttúrulega útlendingarnir líka. Það kemur svolítið frá Lóninu og frá hótelinu og eins og segja var fólk hefur verið duglegt bara að googla sig upp og finna staðina því við hefum ekki neitt auglýst að það TripAdvisor og bara já eins og segir Google við komum hátt, skorum hátt þegar það á leitardæminu sko hjá Google og þá bara hefur fólk fundið okkur þannig þráttur sé ekki droslega auðvelt að finna okkur ekki droslega vel merkt þannig að fólk svona aðeins kvartaði því að merkja okkur ekki aðeins betur en fólki fer alltaf sátt út mjög. En hvernig að gera svona mat svona í hollari kantinum, engin kúnst að gera hann jafn góð? Nei, mér finnst það ekki, en það er alltaf meiri kúnst sko að gera í svona miklu magni og senda út. Þannig að það engan veginn hægt að bera saman það sem fólk að fá að borða í fyrirtækjunum, það sem búið að standa í bökkunum. Og þráttur að sé reynt að gera það eins vel og hægt en þegar það kemur inn í sal, það algjörlega önnur upplifelse á matnum sko. Fá hann heitan og alveg bara beint á diskinn sko. Þannig að mér finnst það líka svolítið skemmtilegt að geta sýnt fram á það að í rauninni maður gæti gert betur heldur en í rauninni það sem maður færi í bakkana sko, að þegar maður opnaði staðinn. Halla hefur alla tíð haft brennandi áhuga á hollum mat og man ekki eftir sér öðruvísi en að hugsa gott hráefni í matinn. Það bara einhvern veginn alltaf bara fundist grunnurinn þurfa að vera á þessu, já ég held ég bara einhvern veginn bara heimilismatur en samt bara með betra quality af innihaldinu í honum sko. En já, svo sem man ekkert öðruvísi eftir mér heldur en að reyna að velja alltaf gott quality í matinn og hreint og maður eins og segir bara þegar börnin voru lítil að þá einhvern veginn fór maður alltaf að velta fyrir sér hvað maður væri að setja í raun ofan í þau og vildi bara gera það vel. Hollustan í hávegum hjá Höllu sem útbýr nýja matseðil á hverjum degi fyrir þá sem fá sendan mat. Það rosa misjafnt. Við náttúrulega eins og segja, við erum með náttúrulega nýja matseðil rauninni á hverjum degi fyrir það sem fyrir ofan í pókana. Það fær djúsa og það fær bústa, kökusneið, millimál. Það náttúrulega misjafnt hvað í millimálinu, hvort það sé einhvers konar möndlumix eða hvort það séu harðfiskur eða ávaxtabóks eða grænmetisbóks og það náttúrulega misjafnt kemur ný kaka fyrir hvern dag og stundum búst og stundum síagrautur og stundum pönnukökur eins og í morgun og þá erum við bara með svona próteinríkar úr eggjahvítum annað. Ég set samt aldrei með svona tilbúin próteinduft eða nefnilega heldur bara að reyna að nota það úr eggjahvítum og úr kjötinu og annað sko.
En þannig að, já, þetta svona, reynum að hafa þetta eins fjölbreytt og hægt þrátt að sé náttúrulega ekki alltaf hægt að vera bara með nýtt, sko. En líka bara halda í það sem vinsælt, sem fólk ánægt með. Lokatónleikar tónleikaraðarinnar Söngvaskáld á Suðurnesjum voru haldnir í Hljómahöll þann 7. apríl síðastliðinn og voru þeir tilengaðir tónlistarmanninum og Keflvíkinginum Jóhanni Helgasyni, en fyrir tónleikar fjölluðum Sigvalda Kaldalóns og Vilhjálm Vilhjálmsson. Suðurnesjamenn hafa tekið þessu framtaki vel og slegið hefur verið í aukatónleika Vilhjálm þar sem færri komu stað en vildu, en uppselt hefur verið á alla tónleikana. Aukatónleikarnir Vilhjálm verða haldnir í Hljómahöll 5. 12. maí og líkur þar með tónleikum söngvaskáldaða sinni, en skipuleggjendur útiloka ekki að framhald verði á, enda af nóg að taka þegar kemur að tónlist og tónlistarmönnum á Suðurnesjum. Mér finnst ég varla heill né hálfur maður og heldur ósjálf bjarga því ver. Ef værir þú hjá mér, vild ég glaður verða betri en ég Eitt sinn verða allir menn að deyja. Eftir bjartan daginn kemur nóg. Ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt of fljótt. Við gætum sungið í gengiðum, gleymt okkur hjá blómunum. Rökkva ráðið stjörnum á, gengið saman hönd í hönd. Hælátt farið niðra strönd, fundist all sameina beggja sál. Horfið nú sumarið og sólin, í sálu minni hefur gríma völd. Í æsku léttu hís og myrkur jólin, nú einn ég sit vetrarkvöld. Eitt sinn verða allir menn að deyja. Eftir bjartan daginn kemur nóg. Ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt of fljótt. Ég gái út gluggann minn, hvort gangir þú hlíðið þinn. Mér alltaf sýnist ég sjái þig, ég rýni út rifurnar. Ég reyndar sé þig allstaðar, það napurt það næðir hér og nístir mig. Öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.
Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Ásýnd gamla vitans á Garðskaga hefur tekið breytingum. Vitinn komin með hatt. Ljóshús komið á vitana 9 næstum 70 árum eftir að það var tekið niður og flutt vestur í Breiðafjörð. Það félagsskapur íslenska strandmenningu sem stóð fyrir því að ljóshúsið var smíðað. Verkefnið hefur haft nokkurn aðdraganda en undanfarið 1,5 ár hefur verið unnið að því að krafti. Það var síðan síðasta föstudag sem þyrla frá Landhelgisgæslunni kom í garðinn og lyfti ljóshúsinu á sinn stað. Vitafélagið áhugafélag og grasrótafélag íslenska strandmenningu. Þegar félagið var stofnað árið 2003 vissi enginn hvað orðið strandmenning þýddi. Flestir tengdu það við suðrænar sólastrendur og því var ákveðið að nafn félagsins yrði Vitafélagið og vitinn væri menningarvitinn og vörður strandmenningarinnar í heild. Og þetta verkefni sem þið riðust hérna í á Garðskaga, hvað getur sagt mér um það? Þetta búið að vera lengi draumur okkar að sjá aftur ljóshús á Garðskagavita sem hefur staðið hér höfuðlaus í öll þessi ár og mjög merk bygging. Þetta næst elsti viti landsins, þetta næst elsta steinhús landsins og í hópi þeirra fyrstu vita sem voru friðlýstir 2003 sem var gert að tilstuðlan Íslenska Vitafélagsins og Húsafriðunarnefndar. Við byrjuðum á þessu fyrir 1,5 ári síðan að safna fé og peningum og leita að gömlu teikningum og byrjuðum reyndar að leita að ljóshúsi vegna þess að þetta hönnun eftir danska verkfræðinga og gældum við það í byrjun að við kannski myndum finna ljóshús í Danmörku en það tókst ekki. Þannig að þá fundum við gamla teikningar og létum smíðaðan. Og þó að viti sé hættur að vera gegna sínu gamla hlutverki, þá getur hann gegnt mörgum öðrum merkilegum hlutverkum. Og þannig hefur, áhugi minn kannski byrjaði þegar ég bjó svo lengi erlendis og fór að koma með erlenda ferðamenn. Okkar saga jú við ströndin en ekki upp á hálendi. Og það voru allir að reyna að reka mig til fjalla eins og sauðkindar voru. En ég var að leita að sögunni við ströndina, þannig að eftir ég flutti heim þá ákvaði ég að fyrst enginn annar væri að þessu, þá verið ég að gera þetta sjálf. Á Íslandi fyrsti vitinn ekki reistu fyrir 1878 og tæknibyltingin á Íslandi byrjar í rauninni með tilkomu vitans. Og það fyrsta sem þegar stöðulögin eru sett 1875 og fyrsta þing kemur síðan saman að þá það fyrsta sem þingmennirnir fjalla það viti, það verði að reisa vita. Fram að þeim tíma sátum við hér út í Ballarhafi og enginn sigldi hingað á einangrunartímanum nema á björtum sumarnóttum. Það fer orðið að vanta veggpláss í sal Holtaskóla vegna þess að risastórar ávísanir þekja orðið alla veggi eftir ótrúlega sigurgöngu skólans í skólahreysti síðustu ár. Holtaskóli fagnaði á dögunum sigri í keppninni annað árið í röð og í 5. skipti á síðustu 6 árum. Þegar ekki vann sigur þá hafnaði liðið í öðru sæti. Þetta magnaður árangur, sérstaklega ef litið til þess að liðið sjálft breytist yfirleitt mikið á milli ára. Ekki síður vakti árangur Stóruvogaskóla mikla athygli en öllum að óvörum náðu þau 3. sætinu á úrslitakvöldinu. Stóruvogaskóli fagnaði sigri í hreistigreipinni. 4. sætið náðist í hraðabraut og dýfingum og 5. sætið í uppbyggingum en í armbegjum var liðið næst neðst. Sjónvarp Víkurfrétta fékk skólahreistiliðin frá Holtaskóla og Stóruvogaskóla til að mætast í óhefðbundinni keppni sem fólst meðal annars í því að flytja appelsínur með hnjánum á milli staða, blása sápukúlum í mark, flytja smartís með sogröri og að lokum að koma keksköku frá enni og í munn með andlitsvöðana eina að vopni. Það fór þannig að lið Holtaskóla vann allar þessar keppnisgreinar. Hvernig þetta orðið í Holtaskóla? Orðið bara pressa á að vinna núna hverju ári? Það orðið svolítið mikið pressa. Þetta verður bara meira og meira eftir árinu held ég.
En eykur það ekki bara metnaðinn hjá ykkur keppendunum? Jú, ég held það. Og setjum meiri press á sjálfa held ég bara líka. Hvernig varst þú á undirbúið? Hvernig æfirðu þig hérna fyrir armbeygjurnar og hreistigreipið? Þetta sé bara endurtekning, gera þetta aftur og aftur og aftur og verður betri með hverju oftar sem þú gerir þetta. Maður verður einfaldlega að spyrja, bara hvert er leyndarmáli? Hvað er þetta að gefa þessum krökkum að éta? Ég finn ekki uppljóstra því, þetta er leyndarmálið, eða ekki? Ég hef ekki haldaði þeining. Nei, við bara æfum vel og mikið, við erum grimmið því. Og það er bara að tekið á þessu, það er náttúrulega stjórnendur sem eru virkir í þessu, hjálpa okkur mikið og svo bara áhugin í fyrirrúmi. Þið byrjið snemma væntanlega alltaf svona, eins og maður segir á enskunni, að ríkrúta í liði. Eru miklar pælingar á bakvið þetta? Já, við skoðum þetta saman og fylgjumst með krokkunum, bara frá því 5. 7. bekk og uppur. Svo erum við með skólarhistival í 8. bekk líka. Og það er oft sem við erum búin að spotta einhverja sem virka svo ekki alveg nógu vel, en svo koma einhverjir alltaf óvart. Þið náttúrulega búin að vinna þetta núna alveg frá 2011 fyrir utan 1 ár og þetta er náttúrulega aldrei saman liðið. Þetta geti ekki verið bara einhverjar ekstra æfingar. Er þið svona heppin með íþróttafólk líka í skólanum? Já, náttúrulega við erum heppin og við erum með mjög gott íþróttafólk og við erum með krakkar sem hafa mikið metnað og þau vilja gera vel og leggja mikið á sig til að geta gert vel. Eins og í liðinu núna ekki krakkar úr nánast öllum íþróttagreinum, þetta er svolítið blanda. Já, þetta er blanda, þetta eru 5 leikum og crossfit og svo fótbolta og körfubolta. Hnefaleikarkappi jafnvel? Já, og hnefaleikarkappi að auki, já. Þannig að það er fínt fyrir hann að vera í uppbyggingunum og dífunum, það styrkir efri hlutan. Hvernig sjáu þetta svona þróast áfram? Eru þið bara að fara að einoka þetta áfram? Nei, það er hljóta einhverjur að koma. Hvernig var að koma í skólan helgina eftir að þið náðu þessum glæsilega árangri? Það var bara alveg frábært sko. Það er aldrei verið eins og mikil stemning í skólanum sko. Fór bæjarfélagið bara á hliðina örugglega? Allavega á netinu sko, á Facebook og svona, það var allavega fullt af svona, óskar til hamingju og svona. Bjuggustu eitthvað við þessu? Þið skriðu þarna upp úr riðlinum hérna og bjuggustu eitthvað við þessu í lokaúrslitunum? Alls ekki sko, við vorum alveg bara, við vorum að fagna sem við vorum að vinna bara Champions League eða eitthvað. Hvernig hefur stemningin í Vogum og stóru Vogaskóla verið eftir þennan glæsilega árangur? Bara búin að vera rosalega góð. Það hafði alveg gríðarlega jákvæð áhrif á allt sveitarfélagið og við erum búin að finna alveg rosalega hvatningar frá öllum. Facebook-síðan hefur logað frá öllum í sveitarfélaginu. Ég vissum að hafa ekki verið margir á ferðinni þegar þátturinn var. Það voru allir að horfa á sjónvarpið. Hvernig fóruð þið ósköpunum að þessu? Hafragrautur á mótana. Nei, þetta er bara svakalega flotti krakkar sem við erum með og ég myndi segja 1, 2 og 3, það er þá þrautseigja og dugnaður í þeim, þau hafa verið svona einbeitt og lagt sig fram. Kannski gaman að því að þetta eru ekki krakkar sem eru kannski afreksfólk í íþróttum, það er einn sem stundar íþróttir alveg á fullu, hinn 3 eru svona voru íþróttum þegar þeir voru yngri en fundu sig í þessu sem er alveg rosa gaman. Hvað hafið þið eiginlega úr mörgum krökkum að velja? Hvert er úrtækið? Þetta eru kringum 40 krakkar í 9. og 10. bekk og við erum með skólarheisti val 8., 9. og 10. bekk og það voru í kringum 10 krakkar í því í vetur og eru búin að æfa sig og síðan völdum við þá 6 eða 7 krakkar sem hafa verið í liðinni tóku þátt í mótinu. Skólan hérna í Reykjanesbæ hafa náttúrulega gríðarlegum árangri. Hafið þið hort svolítið til þeirra og svona hvað þeir eru að gera? Já, sjálfsögðu. Það hefur alveg verið því að við erum alltaf í sama riðli og þeir, þannig að það hefur verið hvatning og þessi krakkar eru samgangur hérna á milli á Suðurnesjunum, þannig að þau eru að æfa saman og tengjast, þannig að jú, það er hvatning, hvað gengur vel hér. Hvað er svona framöndan í ykkur, hvernig komið þið til leiks á næsta ári? Liðið núna, þessi sem hérna náðu þessum árangri, ætla að byrja núna strax í næstu viku að þjálfa upp næstu keppendur. Þannig að íþróttakennarinn fekk ekki frí í næstu viku, þannig að það verður bara að byrja að undirbúa sig. Leiðum við þökkum fyrir áhorfin, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað sem dreiftir er ókeypis inn á öll heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum, Víkurfréttavefinn, splunkunýjan, www.ff.is og fyrir kylfingana þá erum við með vefsíðuna kylfingur.is. Þar er að finna golffréttir alla daga. Eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta og stök innslög má sjá í háskerpu á vef Víkurfrétta og einnig á YouTube undir sjónvarp Víkurfrétta.
Við minnum ykkur svo á að koma má ábendingum áhugavert efni í þáttinn með því að hafa samband við okkur á póstfangið vaff hjá vaff.is. Við endum þáttinn á hljómlist án landamæra þar sem Már Gunnarsson flutti frumsami lag. Fleiri tóndæmi frá tónleikunum munu birtast á vef Víkurfrétta á næstu dögum. Takk fyrir okkur, sjáumst að vikuleiðinni. Verið sæl. Komdu og reyndu krafta mína. Þú munt ei buga mig. Ég stór og ég mun alltaf sýna að ávallt mun ég hafa þig. Ég það sem ég